Árborg og framkvæmdastjóri Samtaka sveitarfélaga á Norðurlandi vestra. Ég vil bjóða ykkur hjartanlega velkomin hér í Miðgarð á þessa kynningu á verkefninu Digi2Market sem SSMV þáttakandi í, og ég vil líka bjóða þá sem að fylgjast með í streymi hjartanlega velkomna. Við hjá SSMV leggjum mikið upp úr því að streyma frá öllum þeim viðburðum sem við stöndum fyrir, enda leggjum við líka mikið upp úr því að fara fram á að þeir viðburðir sem haldnir eru á höfuðborgarsvæðinu séu líka sýndir í streymi. En við ætlum í dag að starta formlega þessu verkefni sem við erum aðilar að og gengur út á það að aðstoða fyrirtæki sem staðsett eru fjarri markaði, smærri og meðalstór, við að koma sinni vöru og þjónustu á markað með aðstoð stafrænnar tækni. Og við bindum miklar vonir við þetta verkefni að það geti aðstoðað fyrirtæki á okkar starfsvæði við að koma sér á framfæri, og þetta sérstaklega í anda 4. iðnbyltingarinnar sem mun fela í sér heilmörg tækifæri fyrir landsbyggðina. Við erum að sjá fram á það á næstu árum og áratugum að starfsumhverfi á eftir að breytast gríðarlega. Fullt af störfum sem við eigum til í dag munu ekki vera til eftir einhverja áratugi, en á móti kemur að það verða til fjölmörg ný störf sem við kannski höfum ekki ímyndunarafli til þess að gera okkur í hugarlund í dag. En sú sem heldur utan þetta verkefni hjá SSMV Sveinbjörg Rut Pétursdóttir, og hún ætlar að ríða á vaðið og leiða okkur í allan sannleik út á hvað þetta verkefni gengur. Og hún ætlar síðan að taka að sér fundarstjórn og kynna aðra fyrirlesara dagsins. Við höfum von á fjölda áhugaverðra erinda, þannig að ég ætla bara að bjóða Sveinbjörgu að gjöra svo vel. Já, komið þið sæl. Eins og Unnur sagði þá heiti ég Sveinbjörg og ég atvinnuráðgjafi hjá Samtökum sveitarfélaga á Norðurlandi vestra og leiði jafnframt þetta verkefni. Verkefnið að hluta til styrkt af norðurslóðaáætlun, en norðurslóðaáætlun eða NPA eins og hún skammstöfuð á Íslandi atvinnu- og byggðaþróunarsjóður sem ætlað að stuðla að samstarfsverkefnum sem miða að því að finna lausnir á sameiginlegum viðfangsefnum samstarfslandanna. NPA-svæðið samanstendur af norðurhjörðum Noregs, Svíþjóðar, Finnlands, Skotlands, Írlands ásamt Norður-Írlandi, Færeyjum, Grænlandi og Íslandi. Það byggðastofnun sem tengiliður NPA á Íslandi. Megin markmið norðurslóðaáætlunarinnar að stuðla að bættu atvinnu- og efnahagslífi og að eflingu búsetuþátta og mannauðs með fjölþjóðlegu samstarfi. Áherslur áætlunarinnar eru á nýsköpun, frumkvöðlastarfsemi, endurnýjanlega orkugjafa og orkusparnað, verndun náttúru og menningu og hagkvæma nýtingu auðlinda á norðurslóðum. Hægt að sækja tvenns konar verkefni í sjóðinn. Það annars vegar forverkefni og hins vegar aðalverkefni. Þetta verkefni sem ég að kynna hérna í dag, það afrakstur forverkefnis sem að samstarfsaðilar SSMV í þessu verkefni voru aðilar að. SSMV kom þá inn í verkefnið þegar verið var að vinna umsókn fyrir verkefni sem aðalverkefni. Samstarfsaðilar í verkefninu, það eru Útaraðsne Nagel Takta, það byggðaþróunarfélag á Írlandi sem jafnframt leiðir verkefnið, Vestbygg sem atvinnuþróunarfélag á Írlandi, Ulster háskólinn á Norður-Írlandi, Irish Central Border Area Network sem svæðisþróunarfélag á landamæri Írlands og Norður-Írlands og Karolinska háskóli í hagnýtum vísindum Finnlandi. Svæðin sem samstarfsaðilar koma frá eiga við sameiginlegar áskoranir að stríða.
Það eru meðal annars einangrun fyrirtækja, smáir markaðir, samskiptaerfiðleikar út á við og vinnusvæði oftar en ekki fábreytt. Með þessu verkefni verður reynt að takast á við þessar áskoranir og finna lausnir til að nýta upplýsingatækni af hvers kyns tagi til að yfirstíga þær. En hvað er markmiðið með þessu samstarfi? Það er að styðja við fyrirtæki á dreifbýlissvæðum sem eiga undir högg að sækja. Stefnt er að því að vinna með fyrirtækjum sem sýna áhuga á og sjá sér hag í því að nýta sér stafræna markaðssetningu til að auka markaðshlutdeild sína. Þátttaka í verkefninu getur veitt fyrirtækjum hæfni og þekkingu í að nýta sér meðal annars aukinn veruleika og sýndarveruleika í markaðssetningu og sölu á vöru og þjónustu. Fyrirtæki gæti nýtt sér þetta til að auka sölu á núverandi markaði eða til að ná inn á nýja markaði hérlendis eða erlendis. Þá er enn fremur stefnt að því að þátttaka í verkefninu stuðli að alþjóðlegum vexti fyrirtækja og er þá sérstaklega horft til fyrirtækja sem byggja á líffræðilegum auðlindum svæðisins, svo sem fiski, landbúnaði, skógrækt og öðrum tengdum iðnaði. Stafræn heildstæð tækni, hvað er það? Kollegar mínir og aðrir sérfræðingar innan markaðsfræðinnar tala mikið immersive technology. Mér gengið illa að finna orð sem nær almennilega þýða þetta hugtak. En orð eins og heildstæð og umleikjandi komast þó nokkuð nálægt skilgreiningunni en náði samt ekki alveg. Því hef ég kosið að fjalla þetta sem stafræna tækni, því stafræn tækni nær jú yfir þessa tækni sem ætlunin er að vinna með. Í þessu verkefni er lögð sérstök áhersla á aukinn veruleika, sýndarveruleika og 360 gráðu myndbönd. Ég ætla rétt að tæpa á virkni þessara tryggja möguleika sem við leggjum upp með í þessu verkefni. Aukinn veruleiki, það er gagnvirkt umhverfi sem notar möguleika sjón, hljóð og textaáhrifa sem myndast af tölvu eða snjalltæki til að bæta upplifun notenda í hinu raunverulega heimi. Stafrænu efni er lagt ofan á hinn raunverulega heim og fólk getur haft samskipti við bæði líkamlega og stafrænu þætti. Dæmi aukinn veruleika er til dæmis Pokémon Go sem örugglega einhverjum mun eftir og eins þessir filterar sem eru á Snapchat og Instagram. Leiðaforrit sem heitir Entur, það notar aukinn veruleika til að sýna notendum hvar strætóskýli eru á ferðaleiðinni og IKEA notar til dæmis aukinn veruleika til að prófa húsgögn í stofunni heima með símanum. Ég með hérna eitt dæmi frá American Airlines þar sem auknum veruleika er bætt við á flugvelli og aðstofar þá notenda við að finna réttu leiðina á staðinn. Það er að sjá hvort þeir ná í þessu. Draga þetta hérna yfir. Já.
Þannig að sjáum við hvernig leiðin birtist á símanum. Æðislegt sem hægt að gera með þessu. Herri, þá erum við dæmi sýndarveruleika, en það snýst þá að skipta alveg út raunveruleikunum með stafrænum sýndarveruleika. Síðan Árni með svoleiðis hérna, við getum kannski leyft okkur að prófa hérna eftir. En þá öllum utanaðkomandi veruleika skipt út fyrir veruleikan sem fæst í gegnum svokölluð sýndargleraugu. Þá heyrnartól einnig notuð til að ná heildarupplifun í sýndarveruleika. Ég ætla að sýna ykkur hérna dæmi frá tequila framleiðanda þar sem sýndarveruleiki var notaður í markaðssetningu og gerð á auglýsingu fyrir vörumerkið. Og í þessari auglýsingu farið yfir sögu fyrirtækisins og hvernig verkferlar við gerð á áfenginu eru. Með þessum sýndarveruleika gefst notendum tækifæri á að ferðast í gegnum verkferla fyrirtækisins með augum býflugu. Frá því að hráefninu safnað og þar til það verður að tequila. Þannig fæst upplifun í leiðinni á sögu fyrirtækisins í gegnum sýndarveruleikann. Welcome to Hacienda Patron. Okay. Þetta sem sagt tekið upp með Árni þekkir örugglega betur en ég, svona 360 gráðu myndavél. Hvað segirðu? Ours begins in the highlands of Jalisco, Mexico. The rich red clay is home to the highest quality Weber blue agave. After maturing for up to 7 years, the agave is finally ready to fulfill its destiny. Welcome to Hacienda Patron, where each bottle of the world's finest tequila is crafted by no less than 60 hands. Within these walls, we've perfected the art of Patron. First, piñas are hand-cut and slow-roasted in mason brick ovens. They emerge after 3 days, soft, sweet, and set to be pressed. The Tahona wheel crushes agave the hard way, beneath 2 tons of ancient volcanic rock. Our patience is rewarded with complex, earthy flavors. Ég hélt sem sagt fyrst þegar ég sá þetta væri tölvugjörð, en þetta það ekki. The juices transform, taking on the essence of freshly cooked agave. It's then distilled in small copper pot stills, leaving just the heart of the tequila. Meanwhile, excess fiber is used to enrich the soil and nurture the next generation of agave. Þannig að koma þér inn á í leiðinni hvað gert við hráefni sem ekki nýtt, sem eykur virði vörumerkisins. Not just any bottle is worthy of holding the world's finest tequila. Patron is handcrafted, a one-of-a-kind work of art. And inside each bottle is our masterpiece, a product of patience and passion, a true labor of love. Svona. Herði já, og þá ég með á lokum 360 gráðu myndband. En það þá þegar efnið tekið upp frá öllum áttum á sama tíma og svo þegar efnið spilað þá gefst áhorfendunum færi á að hreyfa myndbandi til og sjá þannig efnið frá öllum hliðum. Og ég ætla að sýna ykkur dæmi þar sem 360 gráðu myndband var notað til þess að
auglýsa villu í Búlgaríu. En, sjá. Sjáu hvernig ég að stjórna vídeóinu bara með tölvunni. Það ýmislegt í þessu. En þó að tæknin sé náttúrulega í forgrunni í þessu verkefni, þá verður einnig lagt upp með að aðstoða fyrirtæki við að segja sína sögu og nýta hana þá í markaðssetningu. Það eru örugglega fjölmörg fyrirtæki á Norðurlandi vestra sem gæti nýtt sér þessa tækni, til dæmis í landbúnaði eða ferðaþjónustu svo eitthvað sem nefnt. En eins og Unnur kom inn á dagskrá dagsins þá kennir ýmissa grasa og áhugaverð erindi, og þar sem verkefni snýr að miklu leyti að stafrænum lausnum og möguleikum, þá sjálfsögðu reynum við að nýta þá tækni og þar sem því verður viðkomið, og að því sögðu þá fara 2 erindi á þessi ráðstefnu fram í gegnum beint streymi hingað til okkar. Ráðstefnan endar svo með heimsókn í 1238, en við fáum væntanlega frekari upplýsingar það þegar að því erindi kemur. En næst ætlar hún Melkorka Sigríður Magnúsdóttir að fara yfir verkefnið til sjávar og sveita. Sjá, komum með hana. Halló, þið mér? Já. Ok, ég ætla að opna glærukenninguna, svo þú getur ekki séð hana hérna með ykkur. Þetta komið á skjáin hjá okkur? Já. Ok, frábært. Bara komið í blessa staðir, ég er ekki gaman að fá að tala við ykkur í dag. Ég heiti sem Melkorka og ég er verkefnisstjóri hjá Icelandic Startups og bara að tala örsnöggt það sem við hjá Icelandic Startups gerum. Við aðstoðum frumkvölduna við að koma viðskiptahugmyndum í framkvæmd og tengja þau við leiðandi sérfræðinga, hvort sem það eru aðrar sprotar, fjárfestar eða ráðgjafar á sínu sviði, bæði úr startup-heiminum og sprotaheiminum, en líka á þeim sviðum sem verkefnin okkar snúa að. Og við í rauninni gerum það með því að reka mismunandi verkefni sem að spanna í rauninni allt frá hugmyndstigi yfir í vöxt og alþjóðlega sókn. Og þarna lengst til vinstri þá sjáum við Gulleggi. Gulleggi er í rauninni fyrir hugmyndir sem eru svona á byrjunarstigi. Þetta eru fyrirtæki sem er kannski bara rétt að byrja að tala um þær, koma með blað og við erum svona að gefa ákveðin tól og tæki eins og frumkvöldum. Þetta er tengingum við háskólana. Þannig að Gulleggi er svona byrjunarverkefni okkar í rauninni. En svo erum við í rauninni með þessa hlalla sem að tengjast inn á, hvað maður segja, svona okkar helstu atvinnugreinir. Þannig að Startup Reykjavík sniður tækni, Startup Tools sem að ferðaþjónustunni, við erum að byrja núna með nýjan hraðan sem að Firestarter og hann snýður tónlist og skapandi greinum, og svo erum við með til sjávar sveita sem er fyrir landbúnað og sjávarútveg. Og svo á hinum endanum þá erum við með svona stór alþjóðleg verkefni
Tink er tæknihraði sem fram í San Francisco og við sendum fyrirtæki út 2 ári og Nordic Scale snýr sem sagt að stórum vaxtarfyrirtækjum sem ætla sér stóru hluti erlendis og vilja vaxa hratt. Þannig að það sem við gerum með startup spannar nýtt svið. En það sem við langar að tala um í dag til sjávarútvegsveita. Það sem sagt nýri viðskiptahraðall sem snýr að sjávarútvegi og landbúnaði og fór fram fyrsta skipti í fyrra með stuðningi Sjávarútvegsins, Matvælastofnunar Íslands, HB Granda, Landbúnaðarins og IKEA á Íslandi. Og bara svona til þess að byrja að skýra hvað hraðall er, þegar ég held að hraðall sé þetta svona orð sem að heyrast alls staðar núna, kannski þetta tísku að tala um þess að hraðla á þess að fólk kannski gerir sér alveg grein fyrir því hvað það er. En hraðall er í rauninni bara ferli þar sem að hugmynd, þar sem að ferlinu er í rauninni hraðað frá hugmynd og þar til viðskiptataka að blómstra, eða þess að frá hugmynd að fullbúinni lausn. Og hvernig gerum við það? Jú, við gerum það í rauninni með að tengja þessi fyrirtæki við eins og ég myndist á áðan, svona leiðandi sérfræðinga, en líka með því að efla sýnileika, efla tengslanet, bjóða upp á vinnusmiðjur, bootcamp og halda svona uppskriftar í lokin sem við kemur nánar inn á síðar. En það sem okkur langar að gera er að vera metnaðarfullur vettvangur fyrir nýjar lausnir á sviði landbúnaðar og sjávarútvegs og hvetja kannski til nýsköpunar á þessum sviðum og kannski vera ekki svona í skugganum hingað til þegar kemur að nýsköpun. Og veita líka nýjum fyrirtækjum faglegar undirstöður og leiða þetta saman sérfræðinga og við frumkvöðla. Og ég held að þetta sé kannski sérstaklega mikilvægt á þessu stigi því að við fengum 70 umsóknir rúmlega inn í sjávarútvegsveita á þessu ári og maður sér að þörfin er svo sannarlega til staðar af því þetta eru allt í rauninni að langflestar þetta hugmyndir sem eru svona á byrjunarstigi, þetta eru fyrirtæki sem eru kannski nýstofnuð eða eldri fyrirtæki sem eru að sækja og að þróa einhverja ákveðna vöru sem er ný. Þannig að já, við sjáum einhvern þörf sem er algjörlega til staðar. Svona lítur hraðallinn út. Við völdum þessum 10 teymi sem að unnu hjá okkur og fengu vinnuaðstöðu í ferðaklassanum í Reykjavík í 9 vikur og þau fengu þarna sem minnst á þjálfun sem að felst í hugsunum og fyrirlestrum. Við vorum með 2 opna viðburði, annars var smakk og snark hérna, þar sem að fólki fengt kostur á að bragða á hörnum sem var verið að bjóða upp á í hraðinu og kynnast þessum tæknilausnum. Þarna er ýmiss konar ráðgjöf og mentorafundum, ég held að það sé kannski svona hryggjarstykkið í hraðlunum okkar. Það eru þessir mentorafundir, þar sem að mynda stórt tengslan mentora sem að setjast niður hverjum teymi á hálftíma fundi og hjálpa einhverju við að við sleppum svona krönsa viðskiptamódelið sitt. Og svo þarna vorum við semst með risastórt uppskiptag í Tjarnarbíói og það mættu um 200 manns á til þess að hlýða á því að kynna hugmynd. Það sem við vorum svona helst kannski að leita að eru þessum nýju lausnir. Við höfum sem sagt nýnæmið í hugmyndunum og sjálfbærnisstuðull af því að við teljum Íslandi að vera bara í fararbroddi fyrir sjálfbærar lausnir og þarna getur við einnig vakið athygli. Og við leitum kannski ekki síst að bara teymum sem hafa breytt tæknistöð. Ef ég ætti að leggja þetta upp til jafns, þá myndi ég segja að teymin í rauninni skipta meira máli heldur en hugmyndin. Af því að maður getur stíkt gott teymi gera frábæra hluti við slæma hugmynd, en slæmt teymi getur rauninni eyrunarkt góða hugmynd. Þannig að teymi skipta okkur ótrúlega miklu máli og samskapið sem vilja til þess að fara út fyrir þægindarammann og vinna að þessum markmiðum sínum af því að það að taka þátt í svona hraðri er í rauninni eins og að fara í þvottavél. Þú ert bara inn í þvottavél og þeytir í 10 vikur en kemur svo vonandi betri út fyrir viti og skýrari. Og ég held líka eftir því sem okkur langar til þess
að sko auðvitað þetta þessar mýtur að sjómenn og bændur sé bara þetta gamla fólki í lopapilsum og regnstokkum og það sé rauninni ekkert nýtt í gangi, engar tækninýjungar eða nýjar lausnir. Af því að þessi geirar eru svo langt frá því og okkar helstu útflutningsfyrirtæki í dag eru byggja á nýsköpun í til dæmis sjávarútvegi. Það er kannski bara marel sem er fremst í flokki. Þannig að við erum með fyrirtæki sem er að bjóða upp á ofsalega miklar hátæknilausnir á sviði sjávarútvegs og landbúnaðar sem að við viljum endilega draga fram á dagsljósið og nýta til þess að gefa nýjum og yngri fyrirtækjum stoð. Og bara svona til þess að sýna ykkur aðeins breiddina af fyrirtækjum sem tóku þátt í sjávarútvegsveitu núna í ár. Ég er með 2 glærur með 5 fyrirtækjum. Við erum með 3 tæknifyrirtæki og hinn 7 eru afurðatengt og komum bæði með landbúnaði og sjávarútvegi. Og þarna eru við rauninni með ótrúlega breitt svið, allt frá hárlagatækni fyrir DNA í stelpur sem eru að búa til snyrtivörur úr gulrótum og rófum sem eru annars til spillis. Og það er ótrúlega gaman að sjá og það er ótrúlega mikið, við leggjum mjög mikið upp á þessari samlegð. Það er einn ástæðan fyrir því að við höfum heimili hraðansins í Reykjavík og það er svo að við viljum hafa rauninni alla á sama stað. Og við sáum heiminn vera að hjálpa hvort öðru rosalega mikið í gegnum hraðalinn og það er alltaf því að frostverka grænmeti yfir það fyrir hvort annað yfir það að byrja að selja saman vörur á Amazon eða bjóða upp á taka myndir af vörunum og svo framvegis. Og teyminn eru enn í dag að vinna saman að hjálpa hvort öðru. En svo langar við bara að fara yfir bara aðeins þessi fara yfir þessi flokku fyrirtæki sem við eigum, sem þið kannast við, Lavatis sem var eftir þess að ljúka 100 milljóna fjármögnun á mínum fjárfestingarplattformi sem heitir Fundabee og er að gera það ofsalega gott í dag, komin í 100 búðar í Danmörku og Svíþjóð. Og svo náttúrulega er Keresis líka sem er bara ótrúlega framalega flokki og er beist á Ísafirði og er að búa til plástra úr þorskróði til þess að hjálpa brunafórnarlöfum. Þannig að þetta er hérna kannski svona hluti sem er í gangi og er að gerast hérna í nýsköpunar samfélaginu. Þannig að framskapi hérna erum við með Nordic Wasabi sem er 2 strákar sem fóru í gegnum hraðalhjálpar sem heitir Startup Reykjavík og það var ofsalega verðmætt fyrir þá að fara í gegnum svona viðskiptahraðal. Afsakið. Þannig að þarna erum við rauninni bara að stuðla að þessum frumkvöðlum og þessum fyrirtækjum framtíðarinnar í gegnum þessa hraðala. Þetta er svona allt frá mér í byrjun. Þannig að ef það er ekki fleira þá ætla ég bara að þakka fyrir mig. Melkorka? Já. Ég var bara aðeins að spá í ef það væri einhverjar spurningar. Já, endilega. Hvort að við langaði allavega til þess að, hvað sagði hann héti þessi nýja fjármögnunar síða sem myndist á? Já, þetta er þessi nýja fjármögnunar síða sem þetta er útlæst fyrirtæki sem heitir Fundabee og þeir eru með starfsstöðvar á Norðurlöndunum, þannig að þetta er verið síða sem virkar alltaf svona eins og crowdfunding síðar á Línafund. Já. En í rauninni er það þannig að það fyrir bara að gefa styrk, þá getur verið fjárfest í verkefnum, þannig að þú getur fjárfest í Lavatis. Og þetta er bara líka ótrúlega spennandi möguleiki fyrir fyrirtæki. Já. Er einhverjar spurningar frá einhverjum? Nei. Þá bara þökkum við kærlega fyrir. Frábært, ég þakka bara kærlega fyrir mig líka og ef það er einhverjar spurningar bara sem kunna vakna seinna þá má alltaf senda mig línu á melkorka@icelandic-startups. Frábært, takk fyrir það. Takk kærlega fyrir.
Hvað ætlar hún? Freyja koma fyrir enn 1238. Komið sæl. Ég heiti Freyja og ég frá fyrirtækinu, sýningunni 1238, baráttuna Ísland, sem er ferðaþjónustu fyrirtæki sem byggir á sýndarveruleika og opnaði í sumar. Verkefni sjálft, ég ætla kannski bara að segja ykkur frá sýningunni og rekstrinum og hvernig við erum að nota þessa tækni í okkar bara rekstri og þetta markaðssetningu líka. Verkefni hófst 2016 og var búið að vera í undirbúningi í 2 ár áður en að fyrstu starfsmenn hófu störf haustið 2018. Svo bættust við 2 í apríl núna þessu ári og núna erum við orðin 5 sem störfum í fullu starfi við þetta fyrirtæki sem heitir Sýndarveruleiki. Ásamt því að vera einhverju 7 svona í hlutastarfi. En við erum fyrst og fremst sýning sem fjallar Sturlungaöld, þar sem áherslan er lögð á helstu bardaga Sturlungaöldarinnar og við notum fjölbreyttar sýningaraðferðir til að miðla þessari sögu, bæði tæknilegar og líka svona hefðbundna sýningaruppsetningu, þar sé texta og myndir og muni. Stuðningsrekstur svo í kringum þessa sýningu eru veitingastaðurinn Grána Bistró sem leggur áherslu á að hafa hráefni úr Skagafirði og er með einfaldar, ferskar og hollar matvörur. Við erum á sama stað með Gránu búð sem er svona minjagripaverslun, þar sem áherslan er á sögutengda minjagripi, umhverfisvænar vörur úr heimabyggð og matarminjagripi og í samstarfi við sveitarfélagið erum við svo að reka upplýsingamiðstöð í anddyri sýningarinnar, þar sem að sveitarfélagið Skagafirði mannar upplýsingamiðstöðina á virkum dögum en Sýndarveruleiki helgar. Og markmiðið okkar er að búa til heildstæðan pakka fyrir gesti. Og við vinnum ekki með hugtakið upplifun. Og upplifun er einhver lífsreynsla eða eitthvað sem breytir okkur á einhvern hátt. Við segjum að starfa innan upplifuniðnaðarins. Það er að segja að lífsreynsla er eitthvað sem bætir við þekkingu eða hæfni og hana öðlustum við ekki nema að taka þátt. Og við notum þetta hugtak immersive sem svona gagnvirkt. Það er að segja að það er eitthvað sem maður stígur inn í og tekur þátt í. Og það er þannig að nútíma ferðamaðurinn vill upplifun sem er að einhverju leyti einstök og persónuleg, minnistæð og svona authentic. Og við viljum búa til jákvæðar minningar sem að lifa lengi í huga gesta okkar. Og við erum að nota þessa tækni til að sviðsetja upplifun. Við notum hana sýndarveruleikann eins og tímavél, þar sem að á sjónrænan og lifandi hátt erum við að miðla sögunni svona dramatískum átökum. Og við notum hugtakið viðbótarveruleiki fyrir augmented reality. Þar sem að tæknin færir þig aftur í tíman og þú tekur þátt í örlygsstaðabardaga, til dæmis í sýndarveruleikanum. Leiðarljósið í okkar rekstri er fyrst og fremst að búa til góða, jákvæða og eftirminnilega upplifun með virðingu fyrir sögunni. Við viljum auðvitað líka búa til góðan vinnustað og vera í samvinnu við heimafólk, bæði sérfræðinga í sögunni, byggðasafnið og aðra ferðaþjónustu aðila. Við viljum stækka ferðaþjónustu kökuna og gera meira fyrir alla. Við viljum efla menningarlífið og höfum verið með fjölbreytta viðburði. Núna í september höfum við verið með bæði það sem við erum að nýta húsnæðið en líka tæknina. Við höfum boðið nú þegar upp á eitt svona arcade-kvöld í tölvuleikjasalnum okkar, þar sem við erum ekki með Sturlungu, heldur bara þá tölvuleiki sem fólk vill prófa í sýndarveruleika. Og við viljum efla tækni, þekkingu og kennslu og erum í samtali eða samvinnu við til dæmis Fjölbrautaskólann og grunnskólana
við Fab Lab og bara aðra aðila innan atvinnulífsins og viljum gjarnan að svona nærumhverfi okkar nýti þessa tækni og þá þekkingu sem við búum yfir til að sem tækifæri til nýsköpunar innan sinnar greinar. Við erum sem sagt eiginlega opin fyrir öllum hugmyndum og öllu samstarfi. En hvernig notum við sýndar og viðbótarveruleikann til að miðla menningararfi? Hér erum við með þennan augmented reality að viðbótarveruleika þar sem við erum að miðla sögunni Húnaflóa, flóabardaga, þar sem að Húnaflóan í svona tölvuborði og við notum síðan iPadana þegar maður skannar QR-kóðan sem í miðju borðinu, þá opnast tölvuleikurinn og þú ert annarkvort í liði með spurningum eða áspurningum og tekur þátt í flóabardaga. Við notum hann líka í svona kynningarefni. Hér Svana, markaðsstjóri, að tala við Sturlu. Þau eru núna saman á ferðaráðstefnu í Færeyjum, mjög þægilegu ferðafélagi. Við notum svo sýndarveruleikann, þá erum við með græjur, við erum með gleraugu og svona fjarstýringar og vesti fyrir 12 manns, þannig að 12 manns geta spilað á sama tíma leikinn og stigið inn í heim Sturlu, farið til hans og hjálpa honum. Við förum aftur í tímann til 21. ágúst 1238 og stöndum á hlaðinu á Miklabæ þegar áspurningar koma að okkur og tökum þátt alveg í, við erum ekki áhorfendur, við erum þáttakendur. Við höfum grjót og spjót og erum hérna virk. En auðvitað sjónsöguríkari og mér langar til að hvetja ykkur til að koma á eftir, nýta þetta opna hús sem milli 4 og 5 fyrir þáttakendur þessara ráðstefnu. Eru einhverjar spurningar? Já, það hefur bara gengið mjög vel. Fyrsti opnunardagurinn okkar var 15. júní og það hefur verið bara heilmikið að gera. Fengið mjög jákvæðar móttökur heimafólks sem við erum mjög þakklátt fyrir og mikið af ferðafólki sem eru að koma. Við höfum metnað til að vera áfangastæðurinn, að fólk sé að koma til okkar, ekki komi við hjá okkur á ferð sinni Ísland, heldur sé að koma til okkar. Svo við setjum markið hátt. Varðandi, já, við erum að nota núna þennan viðbótarveruleika og sýndarveruleikann. Við erum líka með svona 360 teiknimynd og við erum eftir að bæta við. Sýningin er ekki full kláruð og svo erum við líka að stækka svona hugmyndir að nýta tæknina í eitthvað annað heldur en bara sýninguna. Að þarf að segja opna dyr að aðgang annara að tækjunum okkar, meðal annars grunnskólana og framhaldsskólana og svo framvegis. Já. Gáttu þið kynnt alla þjónustu eða bara það þróa sem verið? Var þetta inni á leikutímanleikum til landstíma eða var öll þessi þekking staðar á? Já, öll tölvutæknin er unnin hjá Arfafax Studio í Reykjavík. Það er allt, já, allt innlent. Frekari spurningar, þá þakka við bara fyrir. Já, takk fyrir mig. Við vorum sem að taka örstutt hlé núna og bjóða ykkur upp á að prófa græjurnar sem að Árni er með þarna í horninu.